Góðan dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla PLA efni frá Yasin sem hæst í 3dpaint.is. Þannig að kíkjum aðeins á það. Svo þetta prentefni kom til mín frá 3dpaint.is og þau sendu mér þetta efni til að prófa og gera vídeó og bara án kostnaðar fyrir mig og án allra skuldbindingar líka tilbaka. Þannig að það voru enga greiðslur eða neitt slíkt sem fór á milli. En kíkjum aðeins á prentin sem ég gerði. Svo við byrjum hérna á Maker-coininu. Þá leit það bara mjög vel út. Bara svona klassískt grátt efni. Ég er hrifinn af svona gráu efni til að búa til mekaníska hluti. Ég valdi gráan lit frá þeim. En hérna er sér leðisalott líka. Og hann er svolítið kattahárum hérna á honum. En það er klassískt líka hjá mér en ég sé ekki neitt stringing í prentefninu. Og svo hérna þessi gaur. Hérna hins vegar er svolítið stringing. Sjáu hérna á milli, þannig að það kemur oft fram í þessu prenti ef það er stringing í efninu og ég var búinn að þurrka þetta efni. Það voru einhverjar nótur á síðunni hjá þeim að það geti þurft að þurrka efnið áður en maður prenta það og ég gerði það í 6 tíma á 50 gráðum og þetta er eftir það, þannig að það er svolítið stringing í þessu. Svo er hérna þessi köttur, hann kom bara mjög vel út, bara lítur mjög vel út. Ekkert vandamál og bensín hérna, það er smá stringing í honum líka en ekkert mikið svo sem, það sést hérna nokkra aðeins á milli hérna, ég hvort ég sjá það en ég sé hérna nokkra strengi hérna á milli. En svo hérna overhang testið, það kom bara gríðarlega vel út, þannig að það er bara engin galli í því, þannig að það leit bara mjög vel út og hérna 70 gráðum, það er bara ekkert vandamál hérna í þessu, hérna í hóttunum eins og maður sér oft sko. Þannig að þetta leit vel út. Svo prentaði hérna svona Gridfinity bakka og hann lítur bara mjög vel út, ekkert vandamál á honum. Og hérna er grid fyrir hérna skúffu sem ég var að gera fyrir konuna. Þannig að ég er búinn að líma þetta saman. Þetta eru 4 prent sem ég er búinn að líma saman. Þetta er svolítið stórt. Og svo prentaði ég hérna gameskipið hérna úr hérna Project Hail Mary og það kom bara vel út. Þetta er reyndar sett hérna inn í eftir á, þessi gaur hérna. Þannig að slætaður hérna svona inn á milli eftir á en annars prentaðist þetta svona upprétt og þetta hérna, þessi partur hérna prentaðist bara flatt og þetta kom bara rosalega vel út. Þannig að ég var bara mjög ánægður með þetta og hérna, þannig að þetta lítur bara vel út. En kíkjum aðeins á mælingarnar sem ég gerði og sjá hvernig þetta kemur út í því. Þannig að við byrjum hérna á hérna tensile strength eða tókstyrknum, þá er þetta efni hérna lengst til vinstri og svo er allar tegundir efni meðaltal af öllum mælingum úr hverju tegund fyrir sig hérna hægra megin við og þið sjá hérna næst til hægri þá er meðaltal af öllum PLA efnum sem eru bara pure PLA og þið sjá hérna það sem er prentað upprétt, það er hérna dökkbláa og það kemur tölvöld betur út en önnur efni hérna og aðeins meira en hefðbundið PLA. Þannig að það kemur vel út og svo er það sem er prentað hérna flatt, það kemur alveg áberandi vel út og aðeins hérna nokkur efni sem mann á að skáka þessu og með PLA efni hérna þá er þetta tölvöld betra, þannig að það er góður tókstyrkur í þessu efni, það er engin spurning. Svo hins vegar ef við skoðum hérna höggþolið þá var mjög auðvelt að brjóta þetta, þannig að hamarinn slóð þetta bara eins og vindurinn í gegn, þannig að það kom ekki sérstaklega sterkt út í hvað var það höggþolið. Þannig að þetta er mjög brothætt efni, þannig að það er áberandi með önnur efni og hérna er bara sama hvaða tegunda efni það er og með alltaf PLA efni þá er þetta greinilega mjög brothætt efni. Þannig að það verður að hafa það í huga að þetta hentar ekki kannski mekaníska hluti endilega, það er ekki alveg besta fyrir þetta. Og það skýrist hérna líka þess á stífleikanum að stífleikinn er mjög hár og þegar mjög stíft efni þá hérna það verður oft brothætt, þannig að það fylgir svolítið að og hérna, þannig að með eins og PLA þá er þetta töluvert stífari það og ég er svona með að tala ef það er upp í 2000 þá sé þetta stíft efni og þetta er komið hérna vel við 3000 eða 3050 segi, þannig að þetta er mjög stíft efni, þannig að þetta eru eiginleikarnir sem eru í þessu efni. En þetta er yfirferðin á þessu efni, þetta er hérna svo sem bara fínt efni held ég en það er svolítið stringing í því og það er kannski vandamál en þó að ég hafi þurrkað þá er svolítið stringing í því
en það er mjög sterkt að slíta þess undur, þannig að það er mjög sterkt efni en aftur á móti mjög brothætt, þannig að stíft og mikið leir-adhesion og þannig að þetta er svona aðeins smá mix blanda þannig að maður kannski aðeins að velja sig hvað maður ætlar að gera. Þetta er kannski ekki gott fyrir höggþolið en aftur á móti mjög stíft efni, þannig að það fer bara eftir hvað þú þarft að gera, eins og ef þú ert að prenta út einhverja svona fígúrur og svoleiðis þá hentar þetta bara ljómandi vel í það og ekkert vandamál það en kannski ég myndi ekki búið til hamar úr þessu efni þannig að það er svona eitthvað sem það er að hafa í huga. En þetta held ég það sem ég vildi segja um þetta efni, þannig að ég bara þakka fyrir árið, takk fyrir mig.